Frímann Gunnarsson, þú ert eini maðurinn sem ég treysti fyrir því að vera forseti Íslands. Þú ert eini maðurinn með næga dýpt, innsýn, menntun. Þú ert maðurinn sem átt að verða forseti Íslands, þú ert fæddur til þess og ekki bara til eins kosningatímabils, heldur eins lengi og þú vilt. Þetta eru setningar sem ég get ímyndað mér að fólk vilji segja við mig og hvetja mig áfram til þess að fara í framboð. En í rauninni þar sem það hefur ekki gerst, það sýnir manni þá skoðanakúgun sem á sér stað á Íslandi. Hér ég tekið að handahófi ungan föður, nú að koma að forsetakosningum. Ég að tala við hann núna, fyrirgeðuvinna. Þetta þitt barn? Já, þetta barn. Sem með þessa ótrúlegu sleikibrjósik, ég veit ekki hvað ég á að kalla þetta. Hvernig hægt að koma þessu upp í... Sjáu þessa fjölskyldu, stungið beint sleikibrjósik upp í munnin á unga barninu. Þetta virkar eins og snuð og ég hef meiri séð sleikibrjósika hér sem eru snuð, bókstaflega. Þessi snuð, hafið þið einhvern tímann séð einhvern sem kemur svona upp í sig alveg? Nei, einmitt. Sjáðu, þetta er það sem næst í mesta lagi, þannig að maður þarf að sleikja hann þá og það tekur, ef þú þarft einungis að sleikja hann og jafnvel rétt bara sjúga framan á og þá getur þetta tekið marga mánuði að klára enda eru þeir dýrir kannski, þannig að nú skil ég það af hverju þeir eru svona hátt verðlagðir. Ég man ekki af hverju ég byrjaði að tala hann. Það var eitthvað með börn. Íhugaðir þú ekkert framboð? Já, ég veit nú ekki hvaðan þetta kom, en já, ég hef velt í fyrir mér og það var margir hvatt mig, það er að segja, ég veit að margir hafa hugsað sér að hvetja mig og ég hef ekki kannski hitt á þá. Ég er svolítið þar, sko. Ég hefði hitti fyrr þá ég hvatti. Ert þú að hvetja mig? Já, núna, já. Svolítið seint, sko. Af hvað ástæður myndið þú hvetja mig? Þú minnir mig svo á Gísla Martein. Þú veist. Hver er það? Hjólastrákurinn. Sem er alltaf að hjóla, menga hjálm. Ó, nei. Barnið? Já. Hér fyrir aftan mig er einhvers konar, ég veit ekki hvað þetta á að vera, hringekja eða eitthvað slíkt. Hvar er þjóðræknin í þessu? En auðvitað hugsa ég svo með mér, auðvitað er lýðræðið dálítið eins og að stíga upp í hvað kallast þetta, hringekju. Maður stígur borð með fiðring í maganum. Svo byrjar það að snúast og manni fer að verða illt í maganum og maður fer að verða bumbult og maður er búinn að fá nóg af þessu og mann langar til að kasta upp og jafnvel sumir gera það og á jafnvel félaga sinn sem að situr á móti, þá er ekki lengur gaman. Þá er maður bara glaður að komast af hringekjunni og þetta er á margan hátt skylt lýðræði og kosningarétti. Þetta var óskemmtileg lífsreynsla.